Þá þetta kafli 1.1 í kennslubókinni og hér umfjöllunarefnið skilgreiningar á mengjum eða skilgreining á mengi og mengjaðgerðir. Og við byrjum bara á byrjun, þetta tákn þarna sem við sjáum kallast vinstri slaufusvígi eða slaufusvígi sem opnast og þetta tákn kallast hægri slaufusvígi eða slaufusvígi sem lokast. Og við tölum slaufusvíga utanum eða X og eigum við slaufusvígana sem opnast og lokast utanum X. Þetta þá táknmálið eðlilega. Og við segjum þá einnig að X innan slaufusvígana. Og þá getum við skilgreint hvað mengi er. Mengi slaufusvígar utanum aðgreinanlega hluti sem kallast stök mengisins. Það allt og sumt sem þarf að segja. Og svo eru tvær viðbótarreglur. Ekkert stak innan slaufusvígana má vera tvítekið en uppröðunin á stökunum skiptir ekki máli. Þetta mengi. Og hér sjáum við talarunu. Hér X-ið 1, 1, 2 en mengi þessara staka bara 1 og 2. Við megum ekki tvítelja. Og svo talningarnar. Það 1, 2, 3 og svo framvegis. Tölum þessu nota til þess að telja hluti. Og talningum má almennt lýsa með þrepun. Og þrepunin svona, 1 minnsta talning. Síðan ef X talning, þá X plus 1 talning. Þið sjáum fyrir ykkur þið verða að byrja á einum og nota síðan þrepunarskrefið. X plus 1 þá 2, 2 plus 1 þá 3, 3 plus 1 4 og svo framvegis. Þess vegna táknum við eins og þarna stendur fyrir neðan að N með stjörnu, þessi stjarna þýðir reyndar almennt. Þegar við sjáum þetta í mengjatáknuna 0 tekið úr menginu, þó við þurfum nú ekki að vita það á þessu stigi málsins. En þarna það sem kallað á ensku set builder notation, að við lýsum stökum með fullyrðingu. Sem sagt hvaða stök í þessu mengi talninga, það öll X og X gildir þessi fullyrðing. Svo getum við skrifað það út. En við forðumst yfirleitt við að setja fram mengi almennt að nota svona 3 punkta nema að sé algjörlega augljóst hvernig framhaldinu víkur við og þess alltaf betra að setja mengi fram með fullyrðingu þegar stökin eru óendanlega mörg. Nú, mengi talninga ekki endanlega mörg stök. Við getum alltaf bætt einu við það sem við vorum með áður. Og mengi eru táknuð með hástöfum, til dæmis A, B og C og stökin með lágstöfum A, B, C, D. Síðan segjum við að ef staki í mengi, ef A staki í mengi þá skrifum við A og svo þetta hérna gríska epsilon þýðir A staki A. Og ef A ekki staki í mengi þá skrifum við þá með þessum hætti hér A ekki í A segjum við. Mengi sem að ekki hefur endilega mörg stök einnig lýst með því að gefa eiginleika stakana. Það það sem við gerðum áðan með einhverju fullyrðingu eða formúlu. Px sem X uppfyllir, það að segja. Við höfum hér sanngildi, satt eða ósatt og þessi formúla eða fullyrðing verður að hafa sanngildið 1 eða T eins og við gerðum í MATLAB. True. Hér það dæmi mengi með tennjanlega mörgum stökum og endanlega mörgum stökum. Og hér dæmi mengi sem hefur ekki endanlega mörg stök. Og hvaða mengi þetta? K talning og þetta þá tvísinnum hver talning tölundarjú. Og síðan með öðrum orðum mengi vel skilgreint, þetta orðalag notað á íslensku yfir það sem við köllum öðrum tungumálum á ensku well defined, sem sagt það ótvírætt, hvað átt við. Það ótvírætt upptalning eða lýsing á stökum. Síðan ef við höfum endanlega mörg stök í mengi þá þetta að telja stökin upp, aðgreina þeim við komu. Til dæmis ef A mengi allra tölustafi í tvíundakerfinu þá bara 2 tölustafir. Tölurnar í tvísinnum töflunni mynda mengi af því að það ótvírætt hvaða tölur í tvísinnum töflunni. En þegar við erum að mynda mengi þá erum við að gæta okkur á því að það sé ótvírætt, það sem verður að tala skemmtilegt fólk, allt skemmtilegt fólk. Það ekki hægt að mynda mengi úr því, það ekki ótvírætt hver skemmtilegur og hver það ekki. Af því það kjósum það. Og síðan höfum við bara þetta táknmál, rifið það upp, A og B eru mengi. Við skrifum X staki menginu A og við sjáum táknmálið
hægra megin við. X er ekki staki í menginu A. A er hlutmengi í menginu B. Það þýðir að sérhvert stak úr menginu A er einnig í menginu B. Svo skoðum við vennmyndir á eftir. Og A er ekki hlutmengi í menginu B. Það þýðir að það er hægt að finna eitt stak úr menginu A sem er ekki í menginu B. A er eiginlegt, þýðing á proper í flestum tungumálum, A er eiginlegt hlutmengi í menginu B, að þá táknað þannig að strokum út jafnaðarmerkið í mengjatáknuninni. Það er að segja A er hlutmengi í B en það er til stak í B sem er ekki A. B inniheldur þá A alveg og auk þess eru fleiri stök í B heldur en A. Sammengi A og B, þá táknum við svona. Miðmengi A og B, það er táknað svona og mengi allra staka X, þannig einhver fullyrðing sem gefin er sönn, er þá táknað eins og við gerðum þarna áðan. Og hvaða mengi er þetta? Já, þá þurfum við að skoða fullyrðinguna. Þau hafa þetta form 2n-1, hvað er n? Það er talning. Þannig að við máum draga 1 frá hverri sléttri tölu og fáum þá 8 tölurnar. Og fullyrðing er setning, sem er annarkvort sönn eða ósönn. Og við höfum þá og rifjum upp, ef P og Q eru fullyrðingar, og þá höfum við hér beina leiðingu, ef P þá Q, og það er þá táknað þessu táknáli. Og eins sem við lesum í hina áttina, QFP, það er að segja Q leiðir af P, og svo ef að við höfum svokallaða tvíleiðingu, það er bæði rétt að P leiðir af Q og Q leiðir af P, þá getum við skrifað P þá og því aðeins að Q eða P ef og aðeins Q. Sem sagt báðar leiðingarnar eru sannar, við fáum tvíleiðingu. Svo að þetta táknmál fyrir öll X og til er X. Svo höfum við að jákvæða tölur eru allar tölur sem eru stærri eða jafnt og 0. Þetta er franska hefðin og víkur aðeins frá því sem sagt er í kennslubókinni. Það skiptir í rauninni engu sérstöku máli. En frá árinu 2017 hef ég og fleiri skipt skoðun. Í staðinn fyrir að segja 0 sé hvorki jákvæð né neikvæð, þá segja hún sé hvort tveggja. Jákvæð og neikvæð. Þetta er bara skilgreiningaratriði og er misjafnt eftir þjóðlöndum, málsvæðum og fólki. Þannig að strangt jákvæða tölur eru tölurnar sem eru stærri en 0 og neikvæða tölur eru tölurnar sem eru minni en 0 eða jafnt og 0. Strangt neikvæða tölur eru tölurnar sem eru minni en 0. Samkvæmt þessu, eða fransku höfðinni, þá er tala 0 eina talan sem er bæði jákvæð og neikvæð. Og maður gæti sín bara því eins og við töluðum áður að við bara skoðum það hvernig þetta er sett fram í upphafi bókar. Og rifjum þá snöggvast upp. Hér höfum við mengi talningarnar. Þarna höfum við táknmál. Þetta tákn heitir erlendu tungumáli lemniskeit. Þetta er sem sagt fjöldatáknið, það er óendanlega mörg stök í mengi talningarna. Þið sjá það er ekki plús eða mínus fyrir framan óendanleika táknið. Þetta er þá mengi náttúrulegra talna. Hér sjáum við mengi heiltalna. Við sjáum þetta táknmál sem er algeng, setja plús, þá höfum við mengi strangt jákvæðra heiltalna. Og strangt jákvæða heiltölurnar eru jú talningarnar. Þetta mínus er strangt neikvæðar heiltölur. Síðan höfum við mengi ræðra talna. Og það eru allar tölur sem hægt er að setja fram að forminu A á móti B, þar sem A og P eru heiltölur. Allar tölur í tölvum er hægt að skrifa sem almenn brot. Jákvæðar ræðutölur eru almennu brotin. Maður segir ofta að ræðutölurnar eru plús mínus almenn brot. Það er ekki neitt sérstætt frátekið tákn svona með tvístrikuðum leggjum fyrir almennu brotin. Stundum sést skrifað A með tvístrikuðum legg. Og við skulum aðeins skoða skilgreiningun á þessu mengi. Þetta er mengi ræðratalna og það tekið fram að B má ekki vera 0. Það er nú akkurat þetta sem gerir það verkum að menn vildu ekki leyfa 0 væri tala, kannski fyrir 8. öld eftir Krist. Og við skulum aðeins sjá hvað getur gerst ef deiling er leyfð. Nú ef að deiling er leyfð þá er til dæmis 1 deilt með 0 einhver tala og hún er ótvíræð. Þegar deilingin þarf að vera ótvíræð, það kemur eitthvað út. Sem 1 deilt með 0 sé þá K. Ég veit ekki hvað K er, en þá að vera eitthvað alveg ótvírætt. Kannski 7. Nei, það er ekki 7, við vitum það. Og svo höfum við þetta jöfnu og þá megum margfalda í gegn með 0 og styttist 0 út vinstra megin því að styttingarregla verður að gilda og hægra megin höfum við K sinu 0. Vinstri hliðin á síðustu jöfnu er 1, hægri hliðin er 0. Þá höfum við fengið 1 jafnt og 0. Og við vitum að það er almennt ekki rétt. Ekki nema við séum komin í sérstök talnakerfi þar sem að módúlureikningar gilda.
Það er alveg sér að byrja á því að segja að T1 með 0 eitthvað K sem gefur 2 er 0 og við sjáum að við lendum í vandræðum ef að deiling með 0 er leyfð. Og við tökum eftir því aftur í þessu námskeiði að við tökum alltaf fram til þess að gæta okkar hvort það sé möguleiki á því að nefnarinn getur verið 0. Eini möguleikin til þess að fá eitthvað viti í það að nefnari sé að stefna á 0 er þegar teljarinn er líka að stefna á 0. Og það er akkurat það sem gefur okkur deildun eða diffrun. Sum almenn brot er að skrifa sem endanleg tugabrot. 2/5 er almennu brot og svo hægra megin sjáum við 0,4 sem er tugabrot. Svo notum við bara venjulega deilingu til þess að sjá til dæmis að 31 á móti 20 er 1,55, 21 á móti 8 er 2,625 og þetta er það sem við segjum endanleg tugabrot. En þegar deilingi gengur ekki upp, til dæmis við deilum með 3 upp í 2 og gengur deilingin ekki upp og við fáum þá lotan í tugabrotinu sem svarar til 2/3 er lotan er 1 tölustafur. Aftur á móti 15/13 þá er lotan þessi, það er 1, 5, 3, 8, 4, 6 og við munum að þetta yfirstrik þýðir að þetta hér endurtekur sig. Og svo 19 á móti 37, 37 er frumtala, merkileg frumtala sem hefur mjög stutta lotu. 1 á móti 37 hefur bara 3 tölustafa lotu. Og svo þekkjum við MATLAB. En sérhvert almennt brot er hægt að skrifa sem tugabrot, annarkvort endanlegt tugabrot eða óendanlegt lotubundið tugabrot. Til þess að geta nota sama táknmálið allt, þá er náttúrulega hægt að skrifa endanlegt tugabrot, til dæmis eins og 0,2 sem óendanlegt tugabrot með að bæta lotunni 0 við 0,2. Ef við erum ekki að velta fyrir okkur eðlisfræðilegum hugmyndum nákvæmni, þá getum við skrifað 0,2 með þessum hætti hér. Því að þá getum við sagt að Q er mengi allra lotabundinna tugabrota. Það er nákvæmlega það sem að Q er. Og pluss mínus almennu brotin og lotabundin tugabrot eru einu nafni ræðar tölur og það eru aðeins þannig tölur í tölvunum. Og þetta þekkjum við sýnidæmi hér 1/3 er lotabundin tala og því ræð. Og svo rifjum við hér upp að hvernig getum við séð hvaða almenna brot þetta er. Og þá því við vitum ekki hvað það er, þá skulum við segja X kemur í staðinn fyrir það sem við hér sjáum. Og svo búið til aðra jöfnu. Fáum 2 jöfnur þess að finna X. Og ef við tíföldum þá færum við komuna aftur 1. Þá komum við 10X er 3 og 3,3 lotubundið. Og svo drögum við fyrir jöfnu frá þeirri seinni og þá fáum við að 9X er 3. Þá vitum við hvað X er. Svo höfum við hér líka að 1 er hægt að skrifa sem lotubundið tugabrot með þessu formi 0,9999 endalaust. Við skulum aðeins setja svona smá tanga strik af stað með 10 hliða tening. Númerum hliðarna með tölustofum í tugakerfinu og búum okkur til tölu með kastateningnum. Svo byrjum við að kasta, fáum 5, 2, 3 og segjum gott og vel, þetta er tugabrotið 5,23. Svo ef við hættum einhvern tímann að kasta, þá fáum við tugabrot. Og því við erum hætt, þá er þetta almennt brot. Ef kastið hefur litið svona út, þá er þetta talan sem ég mynda. Og ég skrifa hana sem almennt brot. Og svo fullstytti ég. En óræðu tölurnar, við erum aðeins hugsa þær, þá getur maður svona leyft sér að kasta teininum óvandalega oft, það má aldrei hætta. Og því að það er náttúrulega ekki hægt að gera þetta, þá eru óræðu tölur ekki til. Það er enga líkur á því að við fáum lotubundið tugabrot með teiningakasti. Það er algjör óvissa í því hvað gerist næst. Við getum giska á það með líkunum 1/10 hvaða tala komi næst. Og óræðu tölur sem getur verið gott að hugsa bara sem lengdir með formerki er til dæmis rótin af 2 er tala sem við getum ekki skrifað niður en við getum táknað hana með reglu Pýþagóras sem langlið þríhyrning sem hefur skamliðar 1 og 1 og hérna sjáum við dæmi óræðar tölur sem við þekkjum. Lausn á jöfnu þessari gerð hér 2x dæmt og 3
ekki hægt að skrifa sem almennt brot. Lausnin búin til. Það búið til fall sem að segir okkur að X veldisvísir og lograr eru samfelldir veldisvísar. Þó í sögu stærðfræðinnar hafi lograr orðið til á undan veldisvísatákninum. Finnst manni einhvern veginn samt eðlilegra að veldisvísandi komið fyrst og lograrnir svo, þó að það hafi nú ekki verið raunin sögulega. En þetta sem sagt táknmálið. Og X þá logri með grunntölu 2, við sjáum það hérna. X þá logrin af 3 með grunntölu 2. Og svo kemur hér sönnun á þessu. Þetta geti ekki verið almennt brot. Þegar við erum að tala rauntölur, þá bara tvennt að ræða. Annarkvort rauntalan almennt brot, nú ef það neikvæð tala þá segjum við frekar ræðtala, eða hún það ekki, það að segja óræðtala. Þar sem við höfum bara 2 möguleika, þá getum við bara að prófa þá. Við skulum veðja á almennt brot, því þetta greinilega jákvæð tala, og sína það leiði til mótsagnar. Nú, ef við gerum ráð fyrir því að logrin af 3 með grunntölu 2 sé ræðtala, þá eru til talningar nánar tiltekið, eða náttúrulega tölur A og B, þannig að logrin af 3 með grunntölu 2 eitthvað hlutfall tveggja heiltalna. Og svo markvöldum við gegn með B, fáum A jafnt og B sinnum logrin af 3 með grunntölu 2, setjum B upp á þristinn, og svo setjum við hvort tveggja í veldi af 2, þannig að við erum komið í jöfnu. 2 í veldinu A eins og 3 í veldinu B. Athugum að A og B eru heiltölur. Og svo setjum við bara inn 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis fyrir A og 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis staðinn fyrir B. Og þá fáum við alltaf sléttartölur á vinstri hlið jöfnunnar. Við fáum 2, við fáum 4, við fáum 8, við fáum 16, það vinstri hliðin, en hægri hliðin oddatala. Við fáum 3. Við fáum 9, við fáum 27, við fáum 81. Þannig að jafnan 2 í veldinu A jafnt og 3 í veldinu B gengur ekki upp. Vegna þess að það sléttala vinstra með jafnaðarmerkið en oddatala hægra með jafnaðarmerkið. Og forsendan að logrin af 3 með grunntölu 2 sé ræðtala getur ekki staðist. Og ef hún ekki ræðtala þá getur hún bara verið óræðtala. Og þetta svona tækni sem að við lærum, kallað útnensku reductio ab absurdum, þýðir það hver sem vill. Nefnilega við táknum sammengi ræðra óræðtalna með þessum bókstaf eða R með tvístrikjum leggjum eða legg. Þetta þá mengi allar rauntalna og við segjum að það sé á talnalínunni, rauntalnalínunni. Svo þetta svona klassísk frásögn á láréttri línu, sjáu þennan fyrir ykkur, veljum punkt O, þetta upphafspunktur og hún hefur hnitið 0. O upphafspunktur og svo veljum við annan punkt og það fer bara eftir því málbandi sem við höfum, hvernig við ætlum að kvarða. Við kallum þann punkt U, hann hægra megin við O og hann fær hnitið 1, þar með höfum við skilgreint einingalengd. Fjarlægðin á milli O og U kallast einingalengd eða einfaldlega einingpunktur sem strangt jákvæður eða A stærri en 0 einingar hægri við O fær hnitið A. Og plus og mínus tákna þá áttun á rauntalnalínunni og það farið til vinstri, gefur okkur hnitið mínus A. Og þetta kallað gagntæk samsvörun, one-to-one correspondence, á milli punkta á línu og rauntalnanna. Jákvæðar tölur til hægri við 0 og neikvæðar tölur vinstra megin við 0. Og rauntalnalínan okkar í þessum skilningi liggur þá lárétt. En auðvitað má snúa henni hvernig sem svo sem. Rauntalnalínan óendanleg báðar áttir, hún myndar einvítt hnitakerfi, hún stefnir á plus óendanlegt til hægri og mínus óendanlegt til vinstri og þetta ekki til ein stærsta tala, en engin tala óendanlega stór. Svoleiðis að ef X rauntala, þá hún endanleg. Hún liggur strangt á milli mínus óendanlegs og óendanlegs. Og þetta þá myndin af því sem að verið að segja að einhverju leyti. Og þetta var þá upprifjun á því sem við sáum í kafla 1. Ég ætla að stoppa þennan fyrirlestur núna og við fáum okkur kannski kaffi.